Eydís Katla komin hérna til mín. Bless og sæl. Sælvert. Fræðslunetið, við skulum hafa þetta alveg á hreinu. Það eru sumir sem að ruglast aðeins á þessu. Herru, velkomin. Já, takk fyrir það. Ég gleymdi nú alveg að fá hérna áður við fórum í loftið þinn starfstitil hjá Fræðslunetinu. Já, ég er náms- og starfsráðgjafi ásamt því að ég er líka verkefnastjóri, þannig ég held utan ýmis nám. Já. Bæði brúarnám og svo held ég utan nám sem heitir Menntastóðir. Og þetta er nám sem er sem sagt, gefur fólki einingar, framhaldsskóla einingar. Og námsvísirinn okkar, hann var að koma út í síðustu viku með ýmsum tilboðum, námstilboðum, bæði hefðbundnu formlegu námi eins og menntastóðum, sölu, markas- og rekstranámi sem fer að stað núna í lok janúar. Já, í annað skiptið. Í annað skiptið. Við erum afskaplega stolt af því. Þetta nám fór að stað í fyrsta skipti í janúar 2015 og því lauk núna í desember. Já. Og nú erum við að fara að stað með annan hóp og þetta nám er afskaplega spennandi fyrir þá sem hafa engan grunn, en þetta líka hentar þeim sem eru með einhvern grunn. Já. Og námsþættirnir það er markaðsfræði, það er verslunarreikningur, það er bókfærsla og einhvers konar frumkvöðla fræði líka, meðal annars, eins og þú þekkir, þú ert búin að Ég þekki þetta. Taka þetta nám hjá okkur. Fór í þetta nám og mæli hygglust með þessu. Já. Nú síðan fórum við í fyrsta skipti að stað núna í haust með Menntastóðir sem er undirbúningu fyrir þá sem vilja fara á Háskólabrú Keilis. Já. Og komast þannig þá inn í háskóla án þess að vera með stúdentspróf. Og þetta nám sem sagt tekur 2 annir, þannig að það klárast hjá okkur núna í vor og við vitum ekki alveg hvernig verður síðan með framhaldið, hvort að einhverju fleiri hafa áhuga fyrir því að koma í þetta nám hjá okkur þá á næstu önn. Það er að gera fyrir þá sem hafa áhuga að hafa samband við okkur. Algjörlega. Menntastóðir, er þetta nýtt eða? Þetta er ekki nýtt á landsvísu, en þetta er í fyrsta skipti sem við erum að kenna þetta. Og við erum með stóran og góðan hóp og hann er í námi vítt og breytt starfsvæðið okkar sem nær frá Þorlákshöfn í vestri og allt austur að Hornafirði eða Höfn. Já. Og þar er nemandi hjá okkur í þessu námi og einn er hópur í Vík þar sem við erum líka með námsver. Þannig að nemendahópurinn okkar, hann er víða á Suðurlandi. Já. Þið eru með hvað margar stöðvar? Við erum sem sagt með 5 stöðvar, það er sem sagt hér á Selfossi og síðan er námsver á Hvolsvelli, það er námsver í Vík í Mýrdal, á Kirkjubæjarklaustri og Höfn. Og í öllum þessum námsverum eru nemendur í námi, þannig að í námi hjá okkur og svo eru þetta einhverjir sem eru líka í háskólanámi og stunda sitt nám í fjarnámi. Já. En hugmyndin á bakvið Fræðslunetið þegar það var sett á laggirnar, það er að aðstoða fólk sem hefur ekki farið alla leið í nám eða hvað? Það er svona megin markmið að ná til þeirra sem hafa ekki lokið neinu formlegu námi og bjóða upp á námstilboð fyrir fullorðið fólk einmitt með stutta skólagöngu. Og fræðslu miðstöð atvinnulífsins verður til 2002 og í framhaldi af því að þá fara símenntunar miðstöðvarnar að komast á laggirnar og í 2005 að þá var farið að bjóða upp á náms- og starfsráðgjöf á símenntunar miðstöðunum og einmitt ágætt að vekja athygli á því að það er mjög góð leið ef að fólk er ekki örugt það hvernig það eigi að þróa sinn náms- og starfsferil, er með vangaveltur hvað það vill gera í framtíðinni, hugsanlega einhverja breytingar eða vill fara af stað í nám, að þá er hægt að koma og leita til okkar ráðgjafana og við erum 2 sem störfum hér á Selfossi og getum leiðbeint fólki þessa flóknu stigu. Já. Fyrir þá sem eru á þessum krossgötum. Einmitt, sem eru á krossgötum og eru svona í vangaveltum og vilja gera ykkur breytingar, þannig að við erum aðstofa fólk með að finna út úr því, bjóðum upp á áhugasviðsgreiningar, við erum aðstofa líka fólk með að gera ferilskrár og allt þetta er í boði þar að segja fólk hefur sinn rétt hjá stéttarfélögum og þannig kemur til að fólk er ekki að greiða beinlínis hjá okkur eða greiða fyrir þessa þjónustu. Já. En
Já. Og svo veit ég líka að fólk sem kannski komið yfir 30, ég veit það ekki, en þá líka skoðaður bakgrunnur, hversu mikla reynslu þú hefur bara í lífinu, það ekki? Akkurat, það raunnfærni maður. Já, akkurat. Og þá verið að meta starfsreynslu fólks eins og þú ert að vísa í, og núna í vor verða 2 verkefni hjá okkur, en það alltaf þannig að við sækjum ákveðin verkefni og fáum hugsanlega leyfi til þess að halda áfram með þau, en auðvitað raunfærni mat eins og í iðngreinum tiltölulega oft, þar að segja hjá Iðunni fræðslusetur iðngreina, en það sko að gera, fólk í vangaveltum þess áttar að hafa samband við okkur Sólveigu, en raunfærni mat fyrir félagsliða og stuðningsfulltrúa verður núna í vor, og það að gera fyrir það fólk sem hefur starfað á þeim vettvangi að hafa samband og skoða hvort að eigi hafi tök á því að komi þetta mat, hvort að hafi þessa tilteknu starfsreynslu sem þarf, en það þarf alltaf að vera einhver ákveðin árafjöldi á bakvið reynsluna. Og þá ert þú komin nokkur langt svona í námið með að við reynslu? Algjörlega, þá fer fólk metið sína reynslu til framhaldsskólaeininga, og við erum einmitt að fara stað með í haust nám fyrir félagsliða og stuðningsfulltrúa, það brúarnám, og við höfum verið með það í gangi. Þetta sem sagt í 3. skipti þá næsta haust sem þær brýr fara af stað, og í vor einmitt að útskrifast hjá okkur bæði félagsliðar og stuðnings- og leikskólaliðar næsta vor, þannig að þetta líka í gangi hjá okkur, þannig það ansi mikil starfsemi fyrir utan þessi hefðbundnu tómstundanámskeið sem alltaf eru líka í gangi. Já, nákvæmlega, og nýtt ár 2016 eigum við að fara í gegnum námsvísirinn, og hvað í boði núna? Já, það náttúrulega búið að vera síðustu ár gríðarlega mikið frambóða af alls konar námskeiðum, tungumál, tölvur. Já, það sem sagt, núna verðum við meðal annars á Selfossi tungumálanámskeið, það ítölsku námskeið, og svo náttúrulega alltaf íslensku námskeið fyrir útlendinga eða innflytjendur. Já. Og svo í námsvísinum núna, það listað upp hvað á Selfossi, hvað í Vík, hvað á Hvolsvelli og Klaustri og Höfn, þannig það svolítið mismunandi eftir starfsstöðum hvað í boði, en það að gera, þó að fólk sjá ekki kannski endilega það sem það vill akkurat koma á, að vera í sambandi við okkur og segja frá sínum óskum, að því við getum alltaf brugðist við, þó svo að það sé búið að gefa út hennar námsvísi með því sem væntanlegt, að þá getur það líka alltaf komið upp á eitthvað nýtt, spennandi sem fólk að sýna áhuga fyrir, að við getum komið því af stað, þó það sé ekki auglýst í námsvísi. Já. Fólk sem kemur erlendis frá, er það duglegt að læra íslensku? Já, það hefur alltaf verið mjög mikið þáttaka á íslensku námskeiðum, og þá langar mig kannski að nefna í því sambandi að það líka til svona námsbraut sambarileg við sölumarkas- og rekstranámið og menntastóðir og grunnmenntaskóli sem einhverju þekkja, það til námsbraut fyrir innflytjendur sem heitir Landnemaskóli, og við erum með hann á dagskráni núna á þessu ári. Við vitum ekki hvort það verður, eða það ekki alveg komið á hvort það verður núna í vor eða næsta haust, en það sem sagt allavega á þessu ári sem það verður í boði, þannig það að gera ef einhverju sem orðnir hafa semst góð tök á íslenskunni, svona tiltölulega að setja sig í samband við okkur, og það nám gefur líka framhaldsskólaeiningar, þannig það mikið í húfi. Heldur betur. En sölu markas og rekstranám, eins og við sögðum á þannig, þá tók ég þetta námi fyrra og líka mjög vel. Orðið fullt í þetta námskinn en þetta nám núna? Það orðin ansi mikil þáttaka. Ég get ekki alveg sagt, svona ekki alveg með það fyrir fram að mig hversu mörg plásur eftir, en það að gera að láta vita af sér. Algjörlega. Þetta þrælsniðugt og margt í boði hjá ykkur. Ég var spurður að því daginn, þessi nám sem í boði hjá ykkur, þetta í samstarfi við, þetta háskólatengt eða þetta í samstarfi við ykkur skóla eða? Námi sem við erum með, sem í tengslu við námsbrautir fræðslu miðstöðvar atvinnulífsins, þær eru í rauninni sambarilegar við framhaldsskóla. Það að segja þær gefa framhaldsskóla einingar. Menntastóðir sem ég nefndi fyrr, þær eru sem sagt aðgöngu með inn á háskólabrú sem gefur síðan
aðgöngum með það inn í háskóla. Já. Og það er eitt af því sem við erum einmitt að skoða, hvort það sé möguleiki fyrir því að við getum í samstarfi við Keili boðið upp á háskólabrú á Selfossi með sambærilegum hætti eins og við höfum verið að kenna brúarnámið okkar í gegnum samskiptaforriti Skype, en nemendur okkar eru stundanámið á þessum námstöðum eða námsverum og eru þá að fylgjast með kennslunni í gegnum Skype og við erum að skoða hvort að þetta sé möguleiki. En það er mjög mikilvægt ef einhver þarna úti sem er að hlusta og er að velta þessu fyrir sér að setja sig í samband við okkur, því þá vitum við líka svona hver þáttakan gæti orðið og hversu mikill áhugi er hjá fólki fyrir að stunda slíkt nám. Þið verðið náttúrulega að fá að vita hvort það sé yfir höfuð áhugi og heyra í fólki. Endilega. Ef að fólk vil fá okkur ákveðið í gegn að láta heyra í sér. Endilega, og svo er ein þjónusta sem við erum líka að bjóða upp á náms- og starfsráðgjafarnir og það er að koma á vinnustæði og kynna það sem við höfum fram að færa. Já. Þannig að það er að gera að einhver fyrirtæki eða stofnanir hefðu áhuga fyrir því að vita svolítið nánar fræðslunettið og námsframboðið og okkar þjónustu að setja sig í samband við okkur og við erum meir en tilbúin til þess að koma með svona stuttar kynningar. Algjörlega. Þú talar Skype, þið notið það svolítið í dag? Já, við erum að nota þetta til dæmis í þessu brúarnámi og menntastóðanámi að þá sendum við útkennsluna í gegnum Skype, þannig að nemendurnir eru að horfa á kennaran í tölvunum í þessum námsverum og þetta hefur lukkast ótrúlega og ég vil segja með tilkomi að nota þessa tækni, það hefur gefið fleirum kleift að stunda nám heldur en áður hefur verið. Já. Af því það auðvitað er flókið að búa á litlum stað út á landi og þurfa að keyra til Reykjavíkur til þess að ná sér í þessi réttindi eins og fyrir félagslið og stuðningsfulltrúa og leikskólaliða. Já. Og eins náttúrulega menntastóði líka sem er náttúrulega, bara góð leið til þess að koma sér að stað, til þess að koma sér áfram. Algjörlega, þetta er skemmtileg tækni. Þessi tækni var nú ekkert í staðar í den, þú ert búin að vera lengi í kennslu, Eydís? Já, ég á orðin dálítið langa náms- og starfsferil, það er rétt. Ég byrjaði að kenna árið 1988. Jáhá, það er ekkert annað. Nei. Og ennþá jafn skemmtilegt. Alltaf jafn gaman, þetta er aðeins öðruvísi heldur en að kenna fullorðnu fólki, heldur en að kenna börnum og ungmennum, en mjög gefandi og það er svo gefandi að hitta fullorðið fólk sem hefur einhvers staðar hætt í námi, langar að fara á stað aftur og þegar fólk hefur náð árangri og er að sjá og finna hilluna sína, það er bara ótrúlega gefandi og skemmtilegt. Ég finnst þetta alveg frábært að eins og segir að fræðslunettið þeir eru svona að hjálpa fólki að komast kannski á þann stall sem það vill vera á en fór aldrei á. Já, það má eiginlega segja þannig. Algjör snilt. Eitthvað að lokum, Eydís? Ég bara hvet alla sunnlendinga alveg frá Þorlákshöfn og austur að Höfna að kíkja á námsvísin okkar og endilega hafa samband. Algjörlega, þetta er fjöldin allur námum sem að hendar mörgum. Sölumarkus og rekstranám, algjör snilt. Til hamingju með það. Og svo kannski bara líka það eru auðvitað hægt að skoða líka heimasíðun okkar. Það er líka og hafa samband. Fræðslunet.is og svo má alltaf bara kíkja til ykkar í heimsókn. Það má gera það og ef að fólk vil komið viðtala þá er gott að hafa samband áður og aðtuga hvenær hægt er að fá tíma. Algjörlega. Eydís, takk fyrir þetta og gangið vel. Takk fyrir sömuleiðis.